Já, verðu velkomin aftur. Það ennþá maraþon hérna. Við erum að reyna að slá Íslandsmet í lengd beinnar útsendingar á þjóðmálaþætti. Byrjuðum kl. 7 í morgun. Það var Björn Þorláks hérna og Oddný Eir sem byrjuðu og við erum hérna enn og hvað klukkan orðin? 16:47. Þannig það Oddnir, ég kann ekki regna þetta. Bráðum 9 klukkutímar, það ekki? Það slatti í boka. Og við við erum með svona hérna í svona síða eftirmiðdeginu. Þá erum við að ræða horfnar og týndar sjónvarpsstöðvar. Það var hérna Ingvi Hrafn að segja mér frá INN og Björn og Helgi félagi hans var að segja mér frá N4. Og hér Illugi Jökulsson sem að Rúvar eða ekki? Jú. Það Rúvar ennþá á lífi. Já, það ennþá á lífi. Ég hef heyrt það. En þú komst að einu útastöð sem er talstöðin. Jú. Útastjóri það. Ég lít svo á að ég sé fyrirverandi útastjóri. Og Sigurjón Magnús, þú varst líka hluti af því í batteri. Já. Ég var á fréttaristur á Fréttablaðinu og við vorum með 2 þætti á dag í hádeginu og svo seinniparti. Og Björn hérna áfram, þess að hann var á Hringbraut með þér. Já. Þeir voru báður á Hringbraut. Þú leistir mig eiginlega af, sko. Þú byltir mér, ég var rekinn og þú tókst við, þetta var harmsaga. Á Hringbraut? Já. Nei, þú varst alveg fram í dauða. Nei, já, svo kom ég aftur síðar. Já. Þetta átöka saga að vinna á fjölmiðlum, strákar. Jú, ég vissi það ekki. En mér var boðið á Hringbraut bara alveg mjög snemma þegar við vorum ennþá inn í Sundum þarna, sko. En hvenær fór talstöðin í loftið? Það var sko talstöðin, ég var búin að vera ritstjóri á DVF í 1 ár og hjá ég man ekki hvað hét batterið þá? 365 Já. Eða Norðurljós. Og þá var ákveðin yfirmaður þar sem að fékk þá hugmynd að stofna útvarpsstöð sem svo var gert og ég var settur yfir það svona væntanlega ég hef alltaf haft þennan ákveðna forystumann fyrirtækisins grunnaðan að hafa fengið mig þarna svona til að hlífa mér við hamaganginum sem var í kringum DVF því ég var svo gamall og virðulegur að ég held ég hef ekki þóttu eiga það skilið að standa í því aði öllu En þetta var fín útvarpsstöð. Þetta var fín útvarpsstöð. Jú, sko þá höfðu þau 4 Bubbi, Sigurður Tómasson og Halli Tost og og Arnþrúður og Ingvi Hrafn. Þau höfðu verið með útvarpsstöðina. Við hétum ekki bara Saga allan tímann. Já, en það hafði slest eitthvað upp á vinskapinn þar að allavega þeir 3 voru hættir. Þannig að þeir voru fengnir þarna ásamt fleiru góðu fólki og svo átti að heita að ég væri settur yfir þetta allt saman og við auglýstum eftir nafni og þá komum við upp úr því talstöðun. Svo var hún rekin þarna í held ég bara svona eitthvað hálft ár, sko. Og þetta var mjög, það var ekki svo mikið vegna þess að svo þessi ákveðni forystumaður í fyrirtækinu svo fekk hann á hugmynd að breyta þessu yfir í sjónvarpsstöð og þá sko fóru eiginlega allt starfsfólkið þangað þannig að hún einhvern veginn svona loknaðist út af. Það var svona vísir á því, þetta NFS sem ekki verið það. Var það ekki rétt hjá mér að Helgi Seljan hafi verið svona að hlaupa gekkur í... Helgi Seljan var komin til okkar á talstöðuna, jú. Og var svona að koma inn í ýmsa þætti. Já. Þannig að eitt af því sem maður var að velta fyrir sig á þessu tíma var að þetta var allt svo hólfa. Það var bara morgun, allir þættinni svona, þannig var svona hugmyndum hvernig væri útvarpsstöð að væri svona virk ritstjórn á henni. Þannig að þið gætu verið með eitthvað efni í morguninum, í hádeginu og svo fram eftir degi. Þetta var ekkert svoleiðis, við komum bara hlaupandi niður, bara rétt fyrir útsetningu. Já, þetta var nokkuð hólfaskipt, sko. Það verður nú, það var sko morgunþáttur fyrir 9 og svo kom svona mannlífsþættir bæði fyrir og eftir hádegi og fréttablaðið í hádeginu með streit fréttir og svo seinnipartinn. Það var nokkuð skýr hólfaskipting sem var náttúrulega það var svona hugmyndin að leyfa þess að þróast svona og sjá hvað myndi gerast því þarna var náttúrulega svo
mikið af góðu fólki sem að það hvarflaði aldrei að mér að ætla að fara að segja þessu fólki fyrir verkum eða ákveða þau máttu eiginlega bara þróa þetta sjálf hvað þau gerðu í sínum þáttum sko. Var ekki Helga þáttun, Eiríkur Jónsson og Reynir Traustason saman. Já. Eiríkur alltaf spæla Reyni. Já, það var... Já, Elli Ármanns var að spá fyrir þeim. Já, það var margt. Ég kunni alltaf vel við þessu útvarpsstöð. Það var ég vissi hún það hefði orðið eitthvað úr henni ef hún hefði fengið að lifa en eins og ég segi svo fór sem sagt fyrirtækið út í það að stofna sjónvarpsstöð og þá fór allt staffið þangað nema ég, þannig ég satt orðið eftir þarna bara einn með heila útvarpsstöð og hættir svo bara á endanum líka en þetta var, ég held að það var margt sniðugt sem við gerum og mjög gott fólk sem var það er oft þannig að skammlífi fjölmiðlar eru oft skemmtilegir það er rátt að meta líftími fjölmiðla að segja hversu góðir eru eða já, nei, ég er ekki að segja það en sköpun oft í nýjum miðlum já, en ég held að talstöðin hefði alveg mátt lifa lengur svona sem útvarpsstöð svona færðust svona ákveðin element úr henni yfir í NFS það sem átt að gera þetta allt saman svipað kannski nema í sjónvarpinu En hún talstöðin. En að býta fyrir ekki maður aðeins, að því að við erum að tala sko, við á fréttablaðinu vorum með svona fréttatengt efni, þá ætla ég að segja ykkur frétt, sko. Ég er búin að vera í sambandi við nokkra á þingi í dag. Ég er á morgundaginn smári, en síni í Egils. Og ég fekk skilaboð á þann að sko samningar milli þingflokksformanna standa mjög tæft að náist. Og það er í rauninni fjölmiðla bann, sko, að það má enginn mistiga sig, því að þá getur eitthvað móðgast og rokkið tilbaka. En samt sem áður nú búin að hafa eitt þingflokksformann til að koma, eða varaformann. En þetta er bara svona, nei, við getum ekkert. Þá veit þjóðin það. Já. Sigmundur Ernir var til dæmis búin að samþykkja að koma hingað að tala Hringbraut og hann tengdist náttúrulega NFS líka. Já. En hann hefur bara horfið. Ég býst við að hann sé komin í þagnarbindindi. Nei, ekki sem við tala talstöðina. Já, við tala bortiðina. Ég ætla að segja með því að talstöðin heitir talstöðin. Flott nafn fyrir ég. Mjög hitt nafn og það er líka því að það stendur fyrir bara T. Það sem var eiginlega, það sem hún skilaði mest á þessu tíma var að því að þannig var gríðarleg samkeppni á milli sko Bylgjunnar og Rásar 2 og Ríkisútvarpið, þú varst nú að tala með Ríkisútvarpið allt þessu frekt á markaði, þeir voru með samtengdar auglýsingar og voru sterkar á auglýsingamarkaði en með því að vera með Bylgjuna og léttbylgjuna, ég veit ekki hvað það muni eftir henni og talstöðuna, selja það saman í samtengdum útastöðum að þá vann 365 raunverulega sko, samkeppnin á útastmarkaði þannig að talstöð þótt að hún leiði til kannski ekkert mikið inn í búkið þá var það nóg til að velta hlassinu og bylgjan, léttbylgjan og talstöðin skamstaða BLT eins og samlokan og seldist eins og heitar lumur Léttbylgjan er þá til þetta Hvað vitið þið það? Jú, mér ámar eitthvað í þetta. Já, annars var ég var ekki svoleiðis yfirmaður sko, að ég væri mikið að skoða Excel-skjöl eða áhorfstölur eða hlustunartölur en jú, ég man eftir þessu að þetta var svona henni var, þó við færum ekkert á stað með 100% hlustun þá held ég að hafi nú bara hafi ríkt svona frekar þokkalega ánægja með hana. Já, fólk kom ég ofbóðaði ég í einn hátíðistáttinn og var að fara inn og ánægja allir tilbúinir, þá kom Guðmundur Bjarnason ráður og ég sagði, hvað er þú að gera ég? Þá sagði ég að koma í útvarpsviðtal við þig, þá var ég búinn með fullessitt allt saman og bara hvort það mætti bara vera á morgun. Það var ekkert erfitt að fá fólk. Nei, ég minna þetta var ekki frekar hér. Besta útvarpsfólki á svona var þarna. Já, með því besta skulur segja. Stórstjörnum frá RÚV eins og Illugi, Maggi. Já. Helga Vala var þarna. Já, mikið rétt. Og á Lóa Pind. Já. Þetta var mjög... Og Gunnhildur Arna Gunnarsdóttir, ég verði að nefna hana. Hún var alveg svona drifkrafturinn í þessu sem við vorum að gera á fréttablaðinu. Já. Það var afskaplega gott fólk þarna. En af því að þið nefnið að sko fjölmiðlar sem lifa stutt, þeir eiga oft glæsta sögu
og vekja mikla athygli. Það er mikil sköpunarkraftur í Já, þann stutta tíma sem við lifa. Það má kannski líka þeim sko við kerti sem að brennur mjög hratt. Það er mikill logi en sko þetta verður ekki sjálfbært. Við þekkjum það öll sem höfum verið á svona fjölmiðlum að vinnutíminn þetta er ekki 5 daga vinnuvika, þetta er 7 daga vinnuvika og það er kannski á einhvern þátt í því að margir fjölmiðlar á Íslandi lifa stutt, glæsta sögu, skærlogi en geta einhvern veginn ekki. Minnum á líkingu sem að Maggi Skeving var hérna í gær í Vikuskattunum og hann var að tala man ekki hvað tilfellið það var, en hann sagði að peran er skærust stuttar og springur. Já. Það var ekki drátt við fjölmiðla. En ég meina, þið eru alltaf fram að þetta hafi verið góð útastöð. Já, minningu bara mjög. Þið eru að reyna að samfæra. Léttur og þægilegu mórall og bara. Eitt í þessu, því að þetta var á tímabilið sem að 365, það sem að var í sama húsinu var Fréttablaðið, DFF, Stöð 2 og allt því sem að því tilheyri og ýmislegt annað. Og þarna var náttúrulega verið að svona leita að því svona hvernig var hægt að reka þetta saman, eins og við sjáum svo sem bara í dag að Moggin er með dagmál og spursmál og hitt og þetta. Já, þetta var mjög skemmtilegu vinnustaður því að sko maður mætti í vinnuna á mánudögum og spurði býtu hvaða blað hefur verið stofnað núna yfir helgina og hvaða útvarpsstöð er komin í gang og svona. Þetta var ótrúlega tímar sko. Þetta var rosa skemmtilegt. Já, það var verið að leita að því sko, hérna ef við búum til að því að við getum horft á það hinum megin frá að það er bara hlustendur og áhorfendur eru að dreifast. Einhver hlustur útvarpið, annar á sjónvarpið, illisblað og annar fyrir á vefin og eitthvað lera. Þannig að það var hugmyndur það að ef við erum hvað sem er að búa til fréttir fyrir blaðið, getum við nýtt það með einhvern öðrum hætti. Og það er ekki alveg sjálfgefið að svo síða vegna þess að þess blað kemur bara út einu sinni á dag. En meðan á útvarpið vill eiginlega vera vakandi sko. Þannig að það er svolítið svona annar taktur. Þannig að ég geti trúið að því að hafi verið mikið vesen fyrir Fréttablaðið að skaffa efni inn í. Það gat verið eitthvað sem var tengt sko blaðinu sem kom út á morgunin sko. Já, það var yfir svona stór partur af því var eitthvað sem að blaðið var hvort sem er að fjallu. Já, og það var bara kannski aðeins önnur hlið, bara, veist, því það við allir staðið að svona En svona svo voru þessar stórkanónur í sínum hólfum að fjalla bara svona sín mál eins og gerist og gengur í alls konar dægurmála útvörpum. Og það var ýmislegt skemmtilegt sem þarna gerðist held ég. En það var ritstjórn Fréttablaðs á þessum tíma alveg ótrúlega öflug sko. Já, bara ótrúlega gróska á svo mörgum sviðum og dæmis ef maður er rétt áður en perans plagg. Já, og ef maður er lasin heima þá kannski er maður bara með kveikt á sjónvarpinu, maður liggur inn í stofu og ríkissjónvarpið er að endur sína gamla dagskrá og maður fer einhver áratugi aftur í tíman og maður bara hugsa með sér, voru við bara að búa til 3, 4, 5 þætti í innlendri sjónvarpsdagskrárgerð á hverjum degi og hvernig gátu við það? Og sama tíma þá eru svo margir aðrir sprotar og maður svona, þú veist, kannski ekki frumlegt að segja það. Við getum held ég bara skipt framleiðslunni fyrir internet og svo aftur önnur svona straumhvörf samfélagsmiðlar. Að þarna eru bara tæknibreytingar sem að leiða til þess að bæði tími, fjármagn og allar bjargir leita frá allir þessari sköpun sem að gamlir kallar eins og við 4 erum, munum allir og yfir í þann samtíma sem við þekkjum núna að í rauninni hver einasti fjölmiðill einkareikinn sem reynir að starfa hann á í basli. Það kom fram hér í fyrradag hjá Björgu Evu Óðni Jónssoni og Atla Þór Fandal að heimildin væri í fjárhagsvanda. Þau upplifu það, þau vita ekki að það. Nei, en ég hef heyrt þetta úr fleiri áttum og það er svo sem kannski lítið við þess að segja en menn eins og við sem að munum þessa tíma, munum alla þessa grósku, við trúum því einhvern veginn að það sé hægt að ná í eitthvað af þessu tilbaka. Maður vill ekki gefast upp. En ef maður horfir á það að á þessu tíma þá voru náttúrulega auglýsingaféð var ekki renn úr landi Nei, svo er það. Og það voru ennþá auglýsingar inn í blöðunum sem ekki þar lengur, þú veist, eins og svona smá auglýsingar ýmiskonar. Þannig að sömuleyti er bara kannski 40-50% af
peningunum sem að maður myndir ætla að væri undir fjölmiðlum eru bara ekki þar í dag sko. Eru bara eitthvað allt annars þar. Og er ekki bara málið það að fjölmiðill án áskrifta, hann getur ekki lifað? Ég sé það núna, ég var að fletta MBL, sko, nú þeir farin að læsa fréttum. Já, meira, heldur en áður. Já, meira, já. Og þetta bara, út í heimi, þar þetta svona. Þú lest ekkert frítt á netinu svona í alvöru fjölmiðli. Það bara ekki þannig. Nei, en akkur ætti það endilega að vera svo lið. Já, nei, þetta bara svona. Já. En þeir þyrftu helst að hittast bara upp í Öskjulíð, MBL og Vísir og loka samtímis. Það mjög erfitt fyrir Moggan að loka ef að Vísir opinn. Það bara mjög erfitt, sko. Því akkur ætti ég að borga fyrir banana hjá þér ef það ókeypis á byrni. Það bara... Það, já. Svo Moggin og auglýsa núna til þess mikið lestu til þess á Smartlandinu. En þá voru að vera líka svona, hverjir lesa það. Það er ekki bara hversu margir kom. Hvert ágamálið þess, er það bara Smartlandið eða fer það víðar Moggan, sko? Til dæmi, ég tek þetta bara sem dæmi. Ég veist að því sem opið í Mogganum í dag, að þá Smartland náttúrulega mjög óeðlilega stór hluti af efninu sem opið. Þannig að MBL eiginlega Smartland með smá öðru dóti, sko. Þetta mjög sérstök útgáfa. Ég kunni ekki að segja þetta svona. Mér finnst Vísir, sko, miklu svona eðlilegri, breiðari netmiðl heldur á Moggin. Ég fekk nú ábendingu það frá manni sem ég met mikil, sko, að Vísir þannig staddur að Heimir Már hættir. Og það engin ámóta að vera ráðinn í staðinn og ekki sinni ennþá prófarklesari komin, sko. Þannig að þetta svolítið þessi manni eins og Jakob Bjarnar getur prófarklesi sjálfur það sem að skrifa og einhverjir, sko. En við sjáum ritvillurnar á Vísi sem eru mjög algengar, sko. Við byrjuðum nú einu sinni á fjölmiðli sem var Fréttablaðið sem var svo blánt að það var ekki prófarklesari í upphafi. Það voru ár þangað til að við gátum ráðið prófarklesari. Og við alltaf í spreng, sko. Þannig að það fór ein villa í prentun. Og það á tímum sem nöldra miklu meira út af hverri prentvillu heldur en í dag. Því það gertir á Facebook að fólk nú eiginlega hægt að nenna þessu, sko. Eiður Guðnason dáinn. Hann hélt þessu upp í langa tíma. Ég ætla aðeins að ræða við ykkur Hringbraut. Má ég spyrja þig, Illugi, þú ert með frjálsar hendur. Já. Svo ertu bara að gefa út bækur og... Já, ég skrifa sögulegar. Þú skrifar endalaust. Hvað heldur þú skrifir margar njálur á ári? Þú segir nokkuð. Þetta er góð spurning. Ég hvað er þetta margar bækur á ári? Fleiri en einu ári eða? Stundum, já. Ég gefur slatt af svona litlum bókum, svona alls konar fróðleiks og fótboltabókum hérna í gamla daga hjá Tomma í sögum útgáfu. Þannig að þetta er fullt af bókum. Jú, ég minna maður verður að vinna fyrir sér. Jú, svo skrifa ég sögulegar greinar í heimildina og hérna. Já. Flækjusögur? Já, þetta er bara, ég er svona ekki í neinu sérstaklega fréttatengdun nema ef ég skrifa pistla stundum. En það er ekki oft sem að þú hefur verið hluti af svona ritstjórn? Það var hann að DFF? Já, það var, ég náttúrulega byrjaði á... Já, í gamla dag á Tímanum? Já, á Vísi og Tímanum og var svo DFF einn vetur en svo hef ég bara verið frílans nema þetta tímabil þarna á sællaminningar á DFF með Mikka og því það var mjög ævintýrlegu tími og svo þarna á talstöðinni. En annars hef ég bara verið heima hjá mér. Það er gott. Þau sem læra fjölmiðlafræði eða blaðamennsku, það er bara sérstakir kúrsar ritstjóratíð ykkar Mikka og DFF. Ég skal rétt trúa því. Það var mjög Og arftaka þíns Jónasar. Jónas tók við af þér, eða ekki? Jú. Hann var allan tíman leiðarahöfundur, sko. Skrifaði leiðara en svo eftir að ég hætti þá tók hann fljótlega við líka sem ég held að hann hafi nú svona átt að setja henni að mildu reynslu miklu hönd yfir Mikka en hann var bara úður og uppvægur og hélt áfram. Hann var eiginlega viltar en Mikki, sko. Já, hann var það í raun og veru. Nei, þetta var... Eldist ótrúlega vel. Það sem hann skrifar, þessi litlu sem hann skrifaði Jónas.is, þetta er alveg... Hann var í hálft ár ritstjóri á Fréttablaðinu
og ég var fréttastjóri og við töluðum saman blaðið okkar náttúrulega ekki út og bara blaðað með sko fjölmiðla allan daginn. Hann þurfti svo mikið að tala um þetta og svo var líka gaman að spyrja hann sko viðhorfina og svona sko. Mínum var mjög merkum aður. Engi spurning. Það var svona með fallegt þegar voru saman hann vissura því að Jónas var svona eiginlega faglegur faðir minn og kannski mikki faglegur sonur minn. Þetta var svolítið skrítið kombo. Það var það, en ég varð aldrei var við annað en það færi bara mjög vel á með þig. Mjög vel. Þannig að Jónas var sem þetta afi mikka. Þetta var mjög merkilegt blað og ég svona þegar ég fer stundum að skoða þetta bara á tímarit.is þessi djefaflöð og svona burt séð frá svona því allra umdeildasta í sambandi við sko nafnbirtingar í svona glæpamálum og svo leiðis ef við lítum alveg fram hjá því sem alveg sérumræða þá þetta alveg stórfenglegt blað. Það svo skrítin og opinská lýsing á því samfélagi sem að kom út í að ég hef bara eiginlega aldrei séð hana eins. En svo var blaðið dæmt fyrir sko einar fórsíðu. Já, en það var búið að vera langur aðdragandi. Það voru óteljandi fundir sem ég þurfti að eiga með einhverju fólki sem var að lýsa því yfir að það að slökkva á þessu. Það voru menn sem var að bjóðast þess að kaupa þetta til þess að loka þessu. Þetta var rosalegt stríð sko. Já, en svona burt sér frá þessu öll saman, þá var þetta alveg bráðskemmtilegt blað og svona opbóðslega beitt og í raun og veru fyndin lýsing á íslensku samfélagi eins og það var þá og lýsing sem þú sérð hvergi annars staðar. Það var nú einhverjir sem voru að segja það að því að við erum alltaf að velta fyrir okkur svona hvers svona samfélag við erum endurspegla, við getum endurspegla eins og samfélagi eða ætti að vera og alls konar svona. En það hefur verið bent á þetta tímabil sem hefur verið næstu því þannig að það sé verið að hæðast að samfélaginu. Sko myndi sem birt af því svo skrítin og sérstök að það eins og þetta sé skopmynd af samfélaginu. Já, manni finnst það stundum þegar maður er að fletta þessum gömlu blöðum en þetta er samt sönn mynd af minnstakosti á ákveðin hátt er þetta sönn mynd af samfélaginu eins og það var. Ekki döllu samfélaginu kannski. Það var náttúrulega stórir partar af samfélaginu sem við syntum ekkert mjög mikið. En á sinn hátt var þetta mjög... Þetta er alltaf mikilvægt í fjölmiðlum að þeir dragi í gegnum sér svona andan í samfélaginu. Já. Og ég hef oft ekki dæmað því að þú getur farið á skoða gamla pressu. Og þú horfir á það bara veist nákvæmlega hvað var að gerast í Reykjavík. En pröfaðu að skoða mokkan frá sama degi, þú veit engu nær sko. Nei, og ég held að þetta sem þú sagðir sko, þeir voru kannski ekki að sinna öllu. Er það ekki lykillinn að árangri fjölmiðla? Að fókusinn, og þú sért ekki að reyna að þjóna öllum hópum og þú ert ekki að reyna að dekka öll. Þú getur gert það sem er svona jaðarmiðill, en meginströmsmiðlar eins og RÚV og Mokkin ættu raunverulega að vera þannig að þeir reyna að þjóna. Já, og Fréttablaðið var. Já, Fréttablaðið alveg klárlega. Skilji eftir eitthvað. Mér finnst það fókusinn hjá okkur á samstöðinu og aðeins bara varpa sjónarhóttinu þangað að því sem við erum að gera. Við erum alltaf að vinna undir sömu reglífunni, allir starfsmenn samstöðurinn frá mótni kvölds, alla daga vikunar. Við erum með einhverja svona hugmynd sem við deilum og erum ekkert að reyna Við erum jaðar sko, þannig að við getum leyft okkur. Við þurfum ekki að vera með svona almenna þjónustu. Það er miklu skemmtilegra að vera blaðar á svoleiðis blaði. Það er svo að vera á speedbot. Hitt er alltaf eins og flugmóðuskip sko. Sömuleyti var sko Fréttablaðið stórmerkileg blað, en það var sömuleyti var miklu meira gaman á pressunni og Hvenær hættur að vera jaðar sko þegar þú ert farin að tala 40, kannski 50.000 mann sem fylgjast með okkur í viku, erum við ennþá jaðar? Já, ég er ekki alveg að meina, ég er að meina svona hvaða, við getum hugsað þessu svo, við erum til dæmis ekki afla frétta, við getum bara að tala fréttina sem það er ástæða fyrir því, við höfum ekki resource í það. Og þess vegna getum við kannski verið, lagt okkur meira fram í sko túlkun fréttana og lesa í eitthvað samhengi sem að hinir sem að eru að afla þeirra kannski fyrirferðin á því að segja fréttirnar, þú veist, dregur kannski svona, ég held að það er munur á þessu sko. Hvar maður er einhvern veginn upplifir sig. Og við sem höfum verið meira að minna í svona jaðarmiðlunum og komið inn á Fréttablaðið, það var svolítið ólíkt. Svo erum við með RÚV eða ekki áður. Samt var það svo spennandi tilraun sko. Það var svo, það var allir svona á því, þetta var mjög spennandi tími sko. Og við gerum eitthvað nýtt
og svona, þetta var allt öðru vísi en það var vissulega skemmtilegt sko. Þar til að foreldrar blaðburabannana voru komin til að reyna að rukka. Já, það var hann þegar að fóru á hausinn eftir 1 ár. Já, það var ekki góð tími. En nei, svo var þetta náttúrulega manns bara fjörið þegar við fórum upp fyrir sett takmörk og svona og bara æðislega. Það bara gekk þetta vel, eins og það var þannig með ritstjórninu sem var þarna og það var rosalega öflug ritstjórn, ótrúlega vel mönnuð og bara frábær ritstjórn. Ég bara sko, þegar þetta var stæst og mest sko, þá voru ég erlendu fréttum hjá mér, það voru Sveinn Guðmarsson, Auðun Arnórsson og Guðsteinn Bjarnason. Þetta var erlenda deildin á dagblæði sko. Landsliðið bara. Já, hann er alveg ótrúlega Sveinn Guðmarsson alveg ómetalur og Auðun mjög fjölfróður maður. Er það en Hringbraut? Já. Hvaða tilhörum var það eiginlega? Hvernig byrjaði þú þar? Ég sem sagt... Hvernig datt Hringbraut í hug, veitir þið það? Já, ég veit það. Guðmundur Örn og Ingvar Hrafn eru tengdir. Já. Dóttir Guðmundar og sonur Ingvar Hrafns eru hjón. Og Guðmundur hafði eitthvað lítið að gera og Ingvar Hrafn tekur hann, sko, hann fer að vinna á INN með Ingvar Hrafni og meðal annars talar hann við mig til að fá svona í dagskrárgerð á INN og allt í lagi, vonum ekki að tala um eitthvað sem svo ekkert varð, sko. Og svo eitthvað neginn slitnar upp úr, sko, samstarfið þeirra þrátt fyrir þessa, sko, tengingu sem var milli þeirra og þá fer hann í að stofna Hringbraut og nafnið á Sigmundur Ernir og svo ég veit nú ekki svona, varst þú þar í byrjun? Já, sko það eru einhverjir fjárfestar þarna á bakvið. Já, ég veit alveg hver það er. Það Helgi Magnússon fyrst og fremst. Já, fleiri. Já, fyrst og fremst sagði. Já, og þeir sjá einhvern veginn fram á það, þetta er 2015 held ég, sem að Hringbraut er stofnuð. Þeir sjá fram á það að það sé hægt að það sé markaði fyrir svona aðeins borgaralegri fjölmiðil heldur en hefur verið, en eru samt í hvað merkingu borgaralegu það? Ég veit það ekki, sko, þetta var svona svolítið spes. Ég var sem sagt ég man ekki hvort ég var með fyrstu starfsmönnum. Mín bölvun var svo að ég bjó alltaf á Akureyri. Og það var frekar erfitt að halda út í fjölmiðlaferli þegar maður bjó á Akureyri. En Hringbraut átti pening til þess að fljúga mér á milli. Já, höfuðborgarinnar og Akureyrar þar sem ég... Það er kannski ekki vel varðið fér. Nei, en ég var... Það verði ekki verið þér. Ég var með fréttaskýringa þátt sem ég kallaði Kvikuna og þetta var frekar dýrt efni í framleiðslu og ég man að orðið borgaralegt kom fyrir í fyrsta spjallinu sem ég man ekki hvort Sigmundur Ernir átti við mig að Guðmundur þessi Örn. En þannig að ég fekk það leiðbeiningar allir hvað var það klæðaburð að þetta væri svona, maður myndi gera sína róttæku fréttaskýringar bara í fínu jakkafötum og það var spons, hvað það var og allt það og ég fekk að lifa þessu ágæta þotulífi að fljúga á milli Akureyrar og Reykjavíkur og pönkast og gera einhverja fréttaskýringar menn og málefni held ég 8 eða 9 mánuði og þá rákuður mig og réðu þig. Já. Og það er ég er ekkert hissa því vegna kostnaðan að hafa mig var alveg gríðarlegur út af þessum ferðakostnaði. Svo kem ég aftur síðar inn í Hringbraut, svo ég klára nú bara minn kafla, þegar ég flytt suður og fer að vinna á Fréttablaðinu, að þá er sem sagt, þá er þar orðið í rauninni sama fyrirtæki að ræða og þá fer Fréttablaðið, þá sendir Fréttablaðið út sinn mannafla í rauninni til þess að koma með viðtölinn í Fréttablaðið. Það að reka svona saman, fer það vel að vera með dagblað og sjónvarpsstöð saman? Já, mér fannst reyndar þetta að ganga ágætlega. Síðustu misseri Hringbrautar sem eru þegar Fréttablaðið komið í vanda, mér fannst þetta ganga nokkuð vel. En mér fannst Það er dópjörn. Já, en ég er að tala um sko Hringbrautar hlutan. Mér fannst þessi magasín þáttur sem við byggum til þarna, hvað var þetta, 25 minútur þáttur, eitthvað slóðis hverjum degi. Mér fannst hann ágætur. Þannig kynntust við. Ég bauð þér í viðtal, mann ég. Og ég hef aldrei hitt þig áður. En þú getur kannski sagt okkur sko hvað gerist eftir að ég er þarna með Simma og Lindu Blöndal og svona. Nei, Linda Blöndal kemur með mér. Hún kemur leið og þú? Já, það er fljótlega. Ég ræði hana. Ég var ráðinn sko, það var ekkert búið að tala við Simma, ég er bara ráðinn sjónvarpsstjóri sko. Já.
og Simmi náttúrulega brást illa við og eitthvað vandamál og þetta náttúrulega maður sem ég þekki vel og enda með því að ég bara bakkaði sko, en ég var þarna einhver tíma og þarna þau vorum hann inn í Sundum og þetta sko borgarlega og sponsorina sko, það svolítið sagði því að hérna enda með því ég bara ferðaðan, þetta var bara vitleysa sko, þess var sko fjarri því að þeir hafi getað staðið við loforðin sem að þeir gáfu mér alveg, ég var þá með sprengisand og ég alveg viss það að ég var með hæstu laun nokkurs verktaka á fjölmiðlum í Íslandi. Ég var með alveg mjög góðan samning með sprengisand en það var hann vinsæll og allt líka með það og ég eiginlega lokkar yfir á fölskum forsendum, þannig ég verð svolítið fúll sko, en ég var reyndar orðin svolítið leiður á hinu. Að það var aðalega eftir að það voru breytingar á 365 og Kristín Þorsteinsdóttir var hann yfir í stjórnlýs að þá bara var þetta ekki lengur, þá vildi ég bara hætta og ég fer þarna og svo kem ég aftur seinna og þá eitthvað vestur á Eiðistorg og þá ég bara ráðin sem sko verktaki og ég man ekki hvað sko seinna tímabili sem ég var þá skýrði ég þátti með Svartfugl og stalst til að nota hérna Paul McCartney að spila og gíta hérna Blackbird og sá þáttur gekk mjög vel, ég man ekki hvað fyrir þátturinn hét en sko, ég var var við það að þessi borgarlegu öfl að þau vildu mig ekki en þættirnir mínu gengu ágætlega vel og Simmi og Guðmundur Örn þau voru alltaf berjast fyrir því að ég fengi að vera inni. Svo einu sinni voru þeir að afsaka sig eitthvað og það við erum með áriðartölur, það mjög fína sko mér í hag og allt góð og það segir, hvað að? Það að segja það að Helgi Magnússon þeir segir stopp. Já, þú búin að gaggrina við þér svo mikið. Þá var það bara á síðunni minni sko og það var Ég tek undir þetta. Það var hafinn þarna við reistnar pólitísk slagsíð, þá kannski var hann allan tíman, mögulega. Og ég man að starfsmenn þarna kynntu sér sem hægri krata og eitthvað svona, sko. Og ég bara, maður kannski ekki hlut. En svo þegar konar Hafnartorg, þá var þetta alltaf voðalega flott, sko, þegar ég kem hana. Bara Arnar Hull, bara einu með gluggan og það, alveg ekki að. En hérna, þá fekk ég alveg verið friði. Þá var ég með þáttu sem pressan, þá var ég með viðtöl við hérna blaðamenn og gerði, svo var ég með Heimi Best þátt og svona. En þá sem sagt letuði mig alveg í friði. Það engin afskipta því sem ég var að segja eða gera. Nei. En mér byrju, þá fannst mér, því sem að vera á ritstjórnum, þá fannst mér, þegar ég kem þarna einu sinni í tvisari viku, og þá var ritstjórn Fréttablaðsins hafa bara dauði og þögn. Fólki var ekkert að tala saman og hei, Illi, manstu hvað hann heitir hérna? Eitthvað svona, það ekkert, svo kasta á milli sín vitneskjunni, það var ekkert, sko. Þannig að ég bara hóttu þess að vá, hvert stefnir þetta? Já. Mórallin var bara, eða sko, keppniskapið var ekki. Sko. Nei, ég tek undir það. En sko, eitt sem gleymist í þessu samhengi að við vorum líka að skrifa fréttir. Ég var fréttastjóri og við vorum bara með heilmikinn lestur. Og ég man þegar ég fór í fyrsta skipti yfir 1000 sem voru að lesa fréttirna sem ég var að skrifa í einu. Það var engin smá tala. Og þá var sem sagt business modelið hugsað sem svo að bæði veffréttamiðill og sjónvarp gæti unnið saman. Og við höfum svolítið velt þessu fyrir okkur hér á Samstöðinni. Hvort það að skrifa fréttir hvað maður að segja, fjölgi áskriftum að sjónvarpinu og hérna, við vitum kannski ekki alveg svarið. Og hvað draðið svona meiri tekjur til þess að geta látið á það reyna? Já, en að mörguleiti hendar þetta mjög vel að vera bæði með fréttavef og ljósvakamið. Já, svo það bara sko hversu miklu fátt fólk afkastar. Jú. Eða á að gera allt vel, sko. Það er svona svolítið dýrt stundum. Við erum í beinni útsendingu. Þá var hann Páll að senda hérna og beðið hvort ég get ekki hækkað gjaldið sem hann borgar tvöfalda og ég gerir það náttúrulega en ég vil benda hlustundum á það sem eru áskrifendur það er ein leið og þetta er ekki fyrst í dag sem að gera þetta. Ég kom hérna eldri maður áðan til að gera þetta. Já, að hækka tvöfald en ég bendi fólk á að gera það. En svo ætla ég líka að benda Bóg á það að ég fekk líka ábendingu það
að Facebook drap niður straumin okkar á Facebook. Það hægt að horfa á þetta á YouTube ef að þeir eru ekki með sjónvarp Símans eða að hlusta á þetta í útvarpi. En það verið vera þannig að Facebook vil bara hafa 8 tíma útsendingu, þannig að Facebook gafst upp en við höldum áfram. Við erum á YouTube og fleira, þannig að spurning hvort að þetta enduræsa Facebook straumin, það var einhver að biðja það. Við vorum einmitt að velta því fyrir okkur fyrir þessa útsendingu sem kannski enda í 40 klukkutímum hvort líka bara tækjakosturinn okkar ber þetta. Við gleymdum að hugsa það, við vorum að hugsa hvort að við myndum ná þessu. Svo höfðum við að við erum alltaf ekki með kannski tröstustu tækin í bænum. Það eru tröstast tækni fólki, Já, mjög, það eru og Bogi við talaðum við hann rétt fyrir haldið. Ég hef oft sagt að þetta þegar samstöðu byrjaði að verið búið til úr eldspýtustokk. Það voru ekki mikil tæki upp að því. Herðu Illugi, þú eins og ég segi, þú ert ekki búin að vera á ritstjórnum svona. Nú allir að koma hingað og tala af áhyggjur af fjölmiðlun. Já. Nefndum að þú byrjaðir á Vísi, eða ekki? Ég byrjaði á Vísi þegar ég var 18 ára. Já, og svo Tímanum? Svo fór ég með Elíasi Snæland yfir á Tíman og fór að sjá þar Helgarblaðið. Já, það voru 3 síðna greinar Samuel Beckett. Já, og það var ekkert verið að hlífa, lesast þú þá? Það var ekkert verið að hlífa bændunum sem að keyptu Tíman. Og þeir fengu yfir sig 3 síðna hellur Beckett og Jim Morrison og allt mögulegt annað. Þetta var mjög skemmtilegt blað, því að ég var settur yfir þetta og réði svo Egil Helgason með mér og Hlaupadreng? Já, eða við vorum svona bara sáum þetta í svona 1 ár en þá var bara orkan búin því við þurftum að skrifa svo gríðarleg býsna, við vorum eiginlega bara 2 að sjáum þykkt Helgarblað. Við þurftum náttúrulega ekki að skrifa 3 síðna grein Beckett. Nei, en við þurftum ekki, ef við gerðum það ekki, þá þurfti að búa til eitthvað annað. Það þurfti að vera ekki á síðanum og því ekki Beckett. Það er oft þannig að fátækublöðin að þá lengi stefnið. Það var nú ekki þess vegna, heldur bara því að okkur fannst þetta svo skemmtilegt. En svo eftir að ég var reiknað það einu sinni út að ég hefði skrifað 3 vikur í röð, 26 síður í hverju viku. Þá var eiginlega orkan búin og þá hætti ég og var frílans eftir það nema einn vetur á DFF nokkrum árum seinna. En notarðu fjölmiðla? Hefur áhyggjur af stöðu fjölmiðla í dag? Já, ég hef þungar áhyggjur. Í alvöru það er náttúrulega, það eru þeir tímar núna og ég ætla nú ekki að fara að upphefja eitthvað svartagalsraus, þá eru þeir tímar núna að það horfir svo illa og ekki síst hér í okkar samfélögum í vestri að það er skelfileg tilhugsun ef ekki eru svona róttækir fjölmiðlar til að fjalla það, þá meini ég ekki endilega róttækir í einhverjum flokkspólitískum skilningi, heldur bara fjölmiðlar sem að grafa djúpt eitthvað svo leiðis og það er ekkit maður sér það að í Bandaríkjunum er forsetinn farin að öskra á blaðamenn að það verða að sækja þá til saka ef þeir flytja fréttir sem á honum líka ekki og þessi forseti á eftir að vera þannig í 3 ár enn og ég veit ekki hvernig það endar og hvernig svona hlutir hafa áhrif á önnur lönd og svo framvegis. Stórhættulegt. Já, það er það og maður verður líka svona maður verður var við hættur víða eins og bara í pólitík hér þar sem ef einhver pólitíkur segir eitthvað þá er allt í einu þá stendur fólk á blístri í ræðustóru Alþingi sem heimtar afsökunarbeiðni þvers og kruss ef einhver fyrir upplifun einhver lýsir sinni eigin upplifun og þá draga hann á asnæðurónum upp í púlt í Alþingi til að besta afsökun á að hafa upplifað þetta með smætti. Þetta er allt mjög skrítið. Þetta er niður á við. Og þetta er mjög mikið niður á við, já. En það er eiginlega ekki ég ætla nú ekki að vera með svartagalsraus en það er engar sérstakar líkur á að þetta skáni á næstunni þannig að ég vona bara
bæði Samstöðin og allir aðrir fjölmiðlar finni það hjá sjálfum sér að þeirra hlutverk er að gagnrýna en ekki fylgja valdhöfunum. Sko ég var á félagsfundi hjá Blaðamannafélaginu daginn og þá var líka verið að ræða svona, hvernig á maður orða það, kannski umboðskort blaðamanna til þess að afla upplýsinga miða við stöðun eins og við þekkjum hana fyrir 2-3 áratugum. Nú orðið segja mér kollegar mínir í bransanum, fréttafólk sem var þarna á þessum blaðamannafundi, það er alltaf að verða algengara og algengara að valdhafar þeir tjá sig ekki við blaðamenn og það er mjög erfitt að fá upplýsingar. Svo birta þeir bara einhverja yfirlýsingu á eigin samfélagsmiðli, bara Facebook status og hvað gera blaðamennir sem að hafa beðið lengi eftir svari, þeir birta bara svarið og það er þá nýja fréttin, það er akkurat sjónarhornið sem valdhafinn vildi að yrði birt. Ég meina hvað eru 40 ár síðan eða 50 síðan Jónas Kristjánsson fann upp, eða var ekki hann sem fann upp hugtakið kranablaðamennska og hún er nú við lýði meir en nokkru sinni fyrir og það er frekar og bara kaldavatnið og það fyrir hann að vera að tala að það er svona hann segir, hún segir sem hann var að byrja að gagnrýna þú segir eitthvað svo viðbröð frá þér og svo það er kranablaðamennska en hún er eiginlega bara kaldavatnið það er hérna bara eins og bara í dag hérna fréttinum þig á Vísi það er þú borin bara mjög þungu sökum en sá sem ber hann þungu sökum þarf ekki að sanna málsett með einhverjum hætti, það er sjóðþurð eða eitthvað, en það er ekki komið með neitt sem sannar það. Getur þú eitthvað sem illa við einhvern mann, farið bara inn á einhverja ritstjórn og borið hann bara þungun sökum að stólið húsjónum eða dekkjanum undan bílnum mínum eða eitthvað og svo bara kemur það bara það er allavega algjört lágmark að tala þá við hann sem ber ásakanum fram en ekki bara byrta Facebook status eða eitthvað það ber eitthvað þungu sökum þá verður hann að sanna það að hann hafi eitthvað það verður að bera þær ásakanir fram í eigin persónu en ekki bara þetta hefur samt verið svona lengi þú veist eitthvað sem íhuga meiðilamál og alls konar ég var ná allir þessum íhaldsömu miðlum RÚV, Stöð 2 Tímanum hérna og þessum blöðum og við leituðum alltaf að röksemd sjónarhorni þess sem ásökunin beindist að og líka þegar kemur ykkur og er með einhverjar ásakanir að ykkur hafi gert eitthvað og hvar sé ég það? Hvað sannar málið sko. Ef ykkur kemur bara alveg ruglaður og bullar ykkur einhvern mann og svo bara birtir fjölmiðlinn það en það verður þegar að vísa til hérna svolítið ólíks fjölmiðlaumhverfis nú er það þannig að það birtir ykkur á Facebook og þar með búið að birta og ég segi að þú hefur stólið sundskilinu mínu í Vesturbæjarlauginni og ég birti það og þá er það bara komið fram fréttin og þú ert með eitthvað vefmiðl og skrifar það þá er blaðamaðurinn bara búinn að gefast upp fyrir því að það sé engin munur á honum og einhverjum bara bloggara eða einhverjum sem er með bara Facebook það sem þeir að vísa til að þá var þetta ekki komið fram ásökun illuga að ég hafi stólið sundskilinni og þið þurftu að meta fréttina hvort þú færið út en hún er hvort sem er farin ég er að reyna að rifja upp svona hvernig rök Jakobs Bjarnar væru svo ég minnist nú hann í annars eitthvað helviti sundskila en nú ekki máli sko ég held að vera að tala sko bara eitthvað kriminalegt bara fólk hafi bara ástunda eitthvað glæpi það er bara ekki hægt sko hvað heldur þú oft sagt nei því miður það er ekkert við getum ekki gert með þetta og þá verðum við náttúrulega að fá við svona ástand eins og er í kringum forseta Bandaríkjanna það sem er eiginlega bara álitamál sko hvað er satt og bara ýmsir sannleikar þarna úti og sá sannleikur vinnur bara sem að ég meina til dæmis bara eins og að hann sendir þarna sprengjuflugvélar og heldur í fram hann hafi eyðilagt kjarnorku áætlun Írana raunverulega vita allir blaðamennirnir í salnum þegar hann segir þetta það vita þetta allir líka sko fjölmiðlarnir sem birti þetta er bara rugl
en samt þetta byrt sko. Og ég sá viðbröðans á blaðamannafundinum við því hvernig hafði verið skrifað þessa árás og hún hefði ekki hefnast 100% og það engin smá heift í honum þegar hann hjólar í blaðamannina og segir þeim hvað þeir ættu að skrifa og maður veit það alveg að þú finnur fyrir því sem fjölmiðlamaður þegar valdamesti maður heims djöfla svona í þér eins og þú varst að tala Illugi, hvernig þessi þróun Við þekkjum þetta frá Fréttablaðinu og Davíð Oddssyni. Hann lagði svo mikla fæð á blaðið, það var ekki nokkur lagi og okkur ekki að blaðamannafundi. Það eina leiðin, það má ég eitt, það var eina leiðin að senda blaðamann og láta hann standa fyrir utan stjórnarráðshúsið því að ef hann kom út að þá svara hann alltaf á vettvangi. Hann mátti eiga það. Hann svona hljóp ekki burtu. Nei, hann talaði við fólk sko þannig en tók aldrei síma en þegar ég að segja þetta hvernig svona sko prinsip sem ég hafði sem fréttastjóri á sínu tíma ég segi smásögur sko hvað maður var gamall ég ætla að fá Þorgeiri Katrín í þáttinn og fór í síma minn og Þorgeiri Katrín og hringdi og það svara ekkert og svo var hringt á hann og númerinu ég segi já sæl og blessuð þá var einhver Hilmar eða eitthvað og segi Þorgeiri Katrín þá sagði hann nei, hún var með hann síma fyrir 14 árum þegar hún vann hjá samtökum atvinnulífsins það eitt svo flaðum ekki að þeir henda aldrei símanúmeri ég með eitthvað svo ótrúlegt magna símanúmerum í símanum Þetta var auðlegð að eiga símanúmer Ég ennþá með símanúmeri sem að Gunnar Smári útvegaði mér þegar 821 eitthvað þegar ég var ráðinn á Devaf ég hefur ekki kvartlað að mér að skipta það síðan Nei, maður sér stundum þessi númer það er alltaf 75 eitthvað þegar ég sagði upp þá var mér skipað að skiptum En að því vorum að tala hringbraut en ég maður náttúrulega þú veist við blaðamenn erum mjög ofta að vinna í hraða og háskólaumhverfi og við gerum hellinga mistökum sko. Það er nú bara þannig og oft tökum við bara kolrangar ákvarðanir best að segja þá sögu eins og hún Ég fór fyrir hönd hringbrautar einu sinni og satt fyrir Bjarna Benediktsinni í þinghúsinu og ég með tökumanni og það bara, hún rolling sko, það allt í gangi og Bjarni kemur uppstigan, sér okkur og hann snappar, hann brjálast og ég fer með mikrofónin að honum og spyr einhverja spurningar og hann bara byrjar að hella sér yfir okkur, bara vondur hárdagur hjá Bjarna, þetta snemma á miðvikudegi held ég eitthvað svoleiðis gekk mjög illa hjá honum í ríkisstjórninni og þegar þegar hárblásarinn búinn að vera á manni þannig að allt hárið bara svona smurt aftur þá bara rýkur hann í burtu og ég horfa á tökumanninn og ég segi hvað við gera með þetta og svo fórum við upp á ritstjórn og þar voru fleiri sem að blönduðust í spilið og niðurstaðan var svo að við birtum ekki heift Bjarna sem við eftir á að hyggja áttu náttúrulega að gera ég meina þú getur ímyndaðir hvort að sjónvarpsstöðvarnar eiga ekki fullt af alls konar svona efni en það kóa alltaf með valdhöfun þannig að svona vandræðileg og vond augnablik fyrir stjórnmálmennina þau eru mjög sjaldan fyrst og ég hef aldrei skilið af hverju það er gert vegna þess að ef við eigum að treysta þessum mannum fyrir að treysta þessu fólki fyrir samfélagi okkar þá verðum við að fá að sjá hvaða fólk þetta er. Ég held að þessi vegna þess að ritstjórarnir eða fréttastjórarnir þeir hugsa með sér ef við birtum þetta þá verða svo margir brjálæðir sem eiga pening, sem auglýsa, sem að með einhver ítök, jafnvel eigendur að við þorum það ekki. Ég veit ekki hvort það er svo djúpt, ég held að þetta sé bara einhver misskilin kurteisi svona í aðra röndina. En það er mjög misskilin kurteisi allavega. Já, þetta er svona. Herðum, þar með endar yfirferð okkar í síðdeginu fjölmiðla. Hvaða dagur er í dag? Og sérstaklega erum við að horfa á svona tilraunir til þess að reka litlar útvars- og sjónvarpsstöðvar. Við erum búin að vera í loftinu núna í 10,5 tíma og við erum ekki að láta dega síga. Það er maður frammi vona ég sem var kallaður Stjáni Stjarna, vitið þið hvað það er? Fylgdust ekki með kammarorkestrum?
Stáni Stjarnar var í Kamarókristum, hann er núna orðin held ég doktor í félagsfræði, Kristján Þór Sigurðsson og er sérfræðingur í múslimum á Íslandi og er ansi skemmtuleg maður, ég ætla að spjalla aðeins við hann. Síðan á ég vona á manni sem að rekur Jómfrúna. Jakob. Ég heiti viðtalið hans í útvarpinu í dag. Nú var hann í dag? Nei, ég var bara í fréttatíma af því að það var tróðfullt að portið hjá þeim. Eitthvað jazz, sko. Hansa og Selma. Nei, þetta var bara inn í fréttum bara. Ég rakst á hann og hann spurði hvað á ég ekki að koma í viðtal og ég sagði bara jú og bókaði að hann kemur hérna eftir. Þannig nú það er nú ekki... Það þarf ekki alltaf að íhuga eitthvað, stundum við bara láta slagt standa. Sérstaklega þegar það er framundan kannski 30 klukkutíma prógram að þá er náttúrulega opið og við höfðum að, hvernig gekk það í hátinu? Það var æðislega. Það kom fólk bara á götunni, það er ekki endur taka þetta. Myndur þú þóra að hafa þetta klukkan 10 í kvöld eða 11 í kvöld? Þetta er að fólk komið þá rallhalt eða? Ég man alltaf eftir því þegar við á talstöðinni, ef ég má ljúka talstöðarkaflanum með því að sko við vorum þarna með á daginn, það voru alltaf svona einhverjir fréttatengdi þættir og svo helgar það voru aðalega endurteknir þættir en svo kom að því að upprann föstudagurinn langi og þá vissum við ekkert hvað eigum við að gera og það var þarna stóðu við frammi fyrir sko 9 klukkutímum galtómum og vissum ekkert hvað, það var engin hefð að styðjast við og okkur datt ekkert í sérstætt í hug og þá var það úr að ég settist niður og las Ben Hur í beinni útsendingu í allan daginn því það var svona, Ben Hur var svona það biblíulegasta sem okkur datt í hug og það, svo útsending er enn í minnum höfð að minnst kosti hjá sjálfum mér það er mjög skemmtilegt, þannig að það er ýmislegt að gera ef maður þarf að fylla það tók allan daginn og langt fram á kvöld þannig að það er ýmislegt sem þið getur tekið upp á að þið þurfum að fylla tóma klukktíma. Ég get ekki að lesi bara á gamla bókum eins og er gert þarna sunnudagskvöldum á RÚV. Já, ég veit það. Stundur mjög góðum. Ég einmitt hafði í morgun þegar ég kom hingað klukkan 6 og var að undirbúa fyrstu útsendinguna sem hófst klukkan 7 þá hafði ég með mér eina þykka bók. Ef skekkinni að allt myndi hrynja sem að gæti hrunið, að maður gæti þá bara lesið. Ef ekkert væri að frétta innanlands. Mæli með Ben Hur. Já, Ben Hur einmitt. Hún var alveg passlega spennandi. En mér langar líka að benda á það að það er gaman að sjá að þetta átak það vekur athygli, það vekur ekki bara slíka athygli að það er að streyma inn í ráðskrifendur, heldur eru fjölmiðlar farinir að sýna þessu marathónsmeti okkar áhuga og ég veit ekki hvort við þurfum að gera hlé á milli 7 og hálf 8 en Ríkisútvarpið er að boða það að Ríkisútvarpið koma hér í opinbera heimsókn í beina útsendingu og verða með beina fréttaútsendingu frá okkar beinu útsendingu þannig að við þurfum kannski einhvern veginn að slegja þessu saman, verðum með sameiginlega útsendingu. Já, það hefði ekki að stáður. RÚV. Já, það var reyndar, kom Lóa Björk sem er með lestina, kom og vildi tala við mig. Þá var það einhverjum tíma sem að ég var voðalega mikið einnina. Þannig ég sagði, jú, þú mátt alveg koma og taka við með viðtali en þú verður bara að gera það hérna í stúdíun þannig ég sendi það út líka þannig ég geti nýta líka. Maður góður, máttur ekki missa neina stund. Bæði lestin og samstöði notaði sama efnið. Skemmtilegt. Herðu, en núna við ætlum ekki að leipa í fyrir þessum galsa, við erum að halda fókus núna hér rétt og eftir þá ætlum við að tala samfélagsmál. Við ætlum að tala við hann Kristján Þór Sigurðsson sem ég held að sé hérna frammi. Og við ætlum að ræða mál sem hefur nú verið mikið í deglunni á Íslandi sem eru innflytjendur og ekki síst fæð margra Íslendinga á þeim sem að hingað koma og eru múslimar frá Mið-Austurlöndum. Við skjótum inn smá tilkynningum og svo kemur Kristján. Og ég komin hérna með magnaða konu við borðið í grasagarðinu. Má ég biðja þig að segja okkur hvað heitir? Ég heiti Hjördís Hjartardóttir. Takk fyrir að koma í smá spjall fjölmiðla í tilefni, að gefnu tilefni. Má ég bara byrja að spyrja þig svona, hvað finnst þér eitthvað athugavert við fjölmiðlun á Íslandi eða svona hvað þessa fjölmiðlaflóru? Ég var á nú ég veit ekki hvað á að byrja ég
almennt mjög óhress með fjölmiðla, mér finnst þeir slakir og þeir fjölmiðla sem ég finnst ég eiga rétt á að gera kröfum að vinni sína vinnu og séu almennlegir og séu fulltrúar allra sjónarmiða. Það eru ríkisfjölmiðlarnir vegna þess að við eigum þá öll, ég á í þeim og mér finnst fréttaflutningur bæði í útvarpi og ríkisútvarpinu og ríkissjónvarpinu, mér finnst hann bara alveg fyrir neðan allar hellur. Hvað er það helst sem að? Veistu, ég veit ekki hverju á að byrja. Já, það er löng analýsa bara. Það er ofsalega löng analýsa. Mér finnst bara pólitískur handlegni. Það er orðaval í fréttaflutningi, að kalla þjóðarmorð stríðsátök, skilur, og svo framvegis. En samhengið og samræðan svona, þú veist, í kringum fréttirnar, er það ekki líka sem að við söknum svolítið? Jú, það er einhvern veginn, þetta er náttúrulega takmarkað tími, þannig að maður myndi sakna þess og ég hlusta töluvert á Samstöðuna og þar finnst mér ofsalega gaman að þessum löngu, þeir eru gott fólk í viðtölum, það er ég verð nú að játa að það er svolítið mismunandi en það er mjög oft sem að það er fleiri en einn góður viðmælandi og það sem er gefin þessi góði tími og það finnst mér skemmtilegt. Ég myndi gjarnan vilja sjá eitthvað þess áttar til dæmis í Ríkisútvarpinu og mér finnst þeir ekki það allavega kemur ekki mínu útvarpi neitt svona frá þeim vikulokkin á svona þáttur þar sem er verið að tína upp einhverja sem hafa einhverja alþingismenn endalaust þannig að þér finnst samt ennþá þú varst að segja mér á þann að þér finnst samt að við ættum að styrkja eða vera með Ríkisútvarp. Já, mér finnst við að vera með Ríkisútvarp vegna þess að ef við verum að tala með einkarekna fjölmiðla í hjá 400.000 manna þjóð og það er alveg ljóst hverjir það eru sem að yfirleitt myndi reka þá fjölmiðla það væri það einhver sem eiga peninga og þar að leiðandi orðið afskaplega hægt við að það væru hagsmunasamtök og mér finnst við að styrkja Ríkisútvarpið og gera meiri kröfur til þess. Mér finnst við að gera meiri kröfur til þess. Ég ger alltaf aðra kröfu til Ríkisútvarpins heldur en til Stöðvar 2. Skilur, Stöðvar 2 er einkarekið fyrirtæki og þeir geta sagt það sem þeim hentar. Þeir eru bara fulltrúar sinna eigenda. En ég er einn af eigendum Ríkisútvarpsins, En ef þú ættir að setja eitthvað, koma einhvern svona óskalista til dæmis, ekki fyrir Ríkisútvarpið þá núna heldur fyrir Samstöðuna, gaman að heyra að þú þekkir til og hlustar á, hvers konar samræðu saknar eða ef þú mætti pantar hún við erum að undirbyggja vetrardaskrána, er eitthvað svona sem við mættum kannski ræða frekar eða sem þú getur komið inn í þá umræðu? Það er oft talsvert pólitísk umræða sem er ágætt og ef maður hugsar svona þeim málefnin sem að skipta okkur mestu máli í dag þá myndi ég kannski vilja sjá aðeins meiri umræðu náttúruvernd og hvernig það er einhvern veginn endalaust gengið yfir hana ég vil bara að Samstöðin haldi áfram að fjalla það sem skiptir máli og fara ekki að sína dalla, þú veist skilur, ég vil að hún fjalli það sem skiptir máli og þá finnst mér þá myndi ég vilja til mig sjá aðeins meiri eitthvað náttúruvernd og það sem er að gerast. Og ef ég myndi kalla þig í viðtal í ágúst, hvað myndir þú vilja tala við mig?
Sko, ég alls ekki nógu vel að mér í náttúruverndinni, þá fáið þið sko, einhvern sem búin að vera með hausinn og kafi í því í mörg ár. Þú tala við mig kvenfrelsismál á öllum sortum. Ég er gömul rauðsokka og kvennaframboðskona og þarf ekki að ræða sæmilega heima sko. Já. En maður kannski bjóða þér að koma í spjall rauðsokkurnar og kvenfrelsisbolli, það er sko ekki vanþurfa að tala þau mál líka. Ég er alltaf, sko, ég verð dauð áður en verður hætt að þurfa að tala þau. Ég er voðar hætt það. Ég er voðar hætt það. En verður til í að koma og taka þátt í samræðinni? Já, einhvern tímann, já. Þetta er almennilegt, þetta finnst mér almennilegt. Því það er nefnilega ekkert alveg sjálfgefið að fá stundum konur einmitt í viðtöl, sko, þótt að það hafi... Það er nú nóg af þessum gömlu kvennabáratu kellingum Það er hellingur af þeim út allt. En það er, maður, og kannski er það því ég fylgist ekki nógu með, en ég saknaði svolítið að sjá ungar kvennabáratu konur. Kannski er til að þeim, fullt af þeim, en það er ekki verið að tala við þér. Það er ennþá alltaf verið að tala við Kristínu Ástgeirs og Sollu og Guðrún og Ágústar, skilur, og það er eins og ég, við erum komna með sko Litlutann og Grafabakkann, þannig að við breytum ekki miklu úr þessu, sko. Kannski bara mikilvægt þegar með samræðin á milli, sko, því þær hafa nokkra komið til okkar að rauðaborðinu og líka eldri og yngri, og það er kannski mjög mikilvægt að þú veist, svona yfirfærsla þekkingarinnar eigi sér stað og í samræðinni, það væri nú gaman. Og rifrildi og bara allt mögulegt, eða sko skoðanaskipti, það er kurteisa orðið yfir. Já. Finnst þetta við ættum að setja þetta á svona líflegar hvenna umræður með haustinu. Kæra þakkir fyrir að hjálpa okkur á samstöðunni. Það var nú bara velkomið og takk fyrir þennan heiður að fá að tala við samstöðuna. Takk fyrir. Tryggjum sjálfstæði samstöðvarinnar, maraþón málþóf núna helgina frá laugardagsmorgni til sunnudagskvölds 28. og 29. júní í lengsta þjóðmálaþætti Íslands í beinni útsendingu. Verið með okkur helgina til að tryggja sjálfstæði samstöðvarinnar.